Ég var að sjá það á Facebook, það var ein vinkona mín sem að screenshotaði post hjá konu í Reykjavík. Og sú kona er lögreglumaður og hún var að tala um það að ég ætti ekki að vera að snappa og keyra, sem er náttúrulega alveg rétt hjá henni. Þannig að spurning hvort ég ekki bara hætta þessu. En ég veit ekki hvort að fólk takk eftir yfir höfuð, en ég er nú yfirleitt ekki að horfa framan í myndavélina þegar ég er að snappa. Snappið er svona on the side, þannig að þetta er ábyggilega svipað á að vera með farþega með sér, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að fara að rífast neitt um þetta. En svona er þetta, það er alltaf svolítið til að svona viðkomi fólki sem að má ekkert sjá, þá fer það að hágráta. Það er til. En ég ætla nú að reyna að halda friðinn hvernig sem ég fer að því. Ég er svo gaman að þessu snappi, ég get eiginlega ekki hætt þessu. En ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, það er kannski best að þegja bara. Ég hef nú ekkert verið mikið í því gegnum tíðina. En eitt er víst að ef ég fer að fá eitthvað mikið meira eitthvað svona dót í hausinn, þá hætti þessu bara frekar en að lenda í einhverju vesinni. Ég nenni því ekki. En það má endalaust diskótera þetta. Fólk er að hækka í græjunum í útvarpinu hjá sér, fólk er að fikta í GPS-inum hjá sér og fólk er að bora í nefið á sér. Þetta er bara sagan endalausa og umferðin verður alltaf hættulegur staður og það geta allir lent í slysi. Hvort sem hann er í símanum, útvarpinu eða bara að bora í nefið á sér eða hreinlega að mála á sér andlitið, þá er bara þessi möguleikir alltaf fyrir hendi. En nú er ég hættur. Ég ætla ekki að snappa meira undir stýrið, þannig að ef ég þekki þessa konu þá getur ég skilaði til hennar að ég sé hættur hann. Hún getur sofið rótt í nótt. Hún heitir Kolbrún Jóna Pétursdóttir. Eflaust alveg ágætis kona, en ef þið þekki hana, kastið hana kveðju frá mér. Góðri kveðju. Herri, jæja, bíllinn er stopp, spáði því þannig að nú er ég rétti, nú má ég snappa. Ég er búinn að vera að hugsa þetta leiðinni söður, búinn að fá alveg aðra grú af snöppum frá fólki út í bæ sem að veit alls ekki að ég hætti að snappa. Enda stendur það ekki til að hætta að snappa, ég alla eins og er að gefa út bara yfirlýsingu, hér með er ég hættur að snappa undir stýri. Ekki undir stýri, heldur ég meina á ferðinni. Það er betra að sleppa þessu bara frekar en að vera að kalla yfir sig eitthvað leiðindi. Ég vil frekar halda friðinn. Maður hefur nú alltaf verið rebel og verið á skjön við allt og alla eða alveg síðan 1978. Það er kannski komin tími til að fara bara að synda með straumnum. Þar hafið þið það. En ég er ekkert hættur að snappa, bara hættur að snappa á ferðinni. Ég kortir alltaf stoppa, þetta er no problem. Það hlaut nú að koma að þessu en ég vissi það að þetta kæmi, sérstaklega í ljósi þess að trökkavaktin á snappinu og hún lenti illa í því, kom í sjónvarpinu og allt, það var allt brjálað. En af því að maður á börn og maður er fyrirmynd barnanna sinna og svona sko, þá er betra að vera bara réttum megin við línuna og haga sér sem maður. Maður er nú einu sinni orðið fullorðinn. Nú hlæja margir maður, gæi orðið fullorðinn, hvað kjaftaði það? En hey, give me a break.